Já, herru, þú kallaðir þetta út í raun og veru. Þú sagðir að í þættinum var það ekki að það færi kannski bara svo á endanum að það eru 2 karlar sem myndu berjast gullið í hnefaleikum kvenna og ólympíuleikunum og það er raunin. Þetta er sem sagt niðurstaðan eftir nokkra bardaga í ólympískum hnefaleikum kvenna. Þá eru sem sagt þeir 2 komnir í úrslit sem að báðir hafa verið bannaðir af alþjóðlega hnefaleikasambandinu fyrir það að vera með karlkyns litninga eða kynjaprófi, þá kom í ljós að þeir eru í raun karlar og maður sér mjög skrýtnar umræður þetta á netinu alveg breytir engu þó að það hafi verið framkvæmt 2 mismunandi óháð kynjapróf, eitt í Indlandi og hitt í hvar var aftur Tyrklandi sem að leiddu það í ljós að þessir keppendur voru báðir með XY-litninga, sem sagt ergo þeir eru karlmenn, að þá er fólk sem segir, nei, það stendur í vegabréfinu þeirra female og þeir hafa alltaf gefist út til að vera konur, þannig að það sem sagt það skiptir meira máli hvað þeir segja heldur en hvað vísindin eða líffræðin segir og ég get alveg ég ber alveg virðingu fyrir þessum sjónarmiðum að ef maður upplifir sig sem konu að þá eigi hann jafnvel að fá að breyta nafninu sínu og geta lifað lífinu sínu bara eins og hann sé kona upp að því marki að þú farir ekki í bardaíþróttir kvenna til dæmis. Það er bara eina lína sem ég held að heilbrigt fólk vilji draga. Ég er satt líka alveg þar með þessa 2 tiltekningu konur, að þetta eru konur, þú veist, skilurðu, að það eru fæðast sem með intersex, þú veist, auðvitað eru þetta konur þá, en þeir eru samt með of mikinn búst til að vera að keppa í fysikal íþróttum út af þessum XY litningum. Ég held að ég verið að vera aðeins ósammálaður. Okay, af því að ef þeir hefðu fæðst einhvers staðar annar staðar heldur en í Alsír og Singapore, að þá hefði vísindasamfélagi geta sagt, þetta eru þessi drengur er með þennan genagalla og er sem sagt með inngróin kynfæri en hann er samt með eistu. En er þeir ekki líka með leggöng við vitum það ekki. Nei, það er ekki staðfest. Ég hef verið að lesa það á fullu að fólk er að segja það fæðast með kynfæri kvenna Já, ég hef bara séð Ég er bara að segja eitthvað að posta á Facebook Gæti verið að séu með XXY litninga sem séu bæði basically sem að leggst engangu á sveinbörn. Já. Hvað getur þú sagt mér Klinefelter heilkenni, segir vísinda vefurinn. Klinefelter heilkenni var fyrst lýst árið 1942 þegar maðurinn nafni Klinefelter gaf út skýrslu 9 karlmenn sem höfðu óvenju stór brjóst, gisinn, hárvöxt í andliti og líkama og lítil eistu. Þessi einkenni hlutu heitið Klinefelter heilkennin. Árið 1959 kom í ljós að þessi karlar voru allir með auka X-litning í frumum sínum og höfðu því kjarnagerðina í karyotype 47XXY í stað eðlilegu kjarnagerðinar 46XY. Síðan hefur komið í ljós að sumir einstaklingar með Klinefelter heilkenni hafa fleiri aukalitninga þannig er heilkennið einnig þekkt sem kjarnagerðinar XXXY og XXXXY en slík afbrigði eru þó sjaldgæf og þar sem 80-90% allra karla með Klinefelter heilkenni hafa kjarnagerðina XXY. Þetta eru karlar sem fá þetta heilkenni. Þetta er ekki konur sem fá þetta heilkenni. Okay. Og það er staðfest að þær eru með þetta. Já, að þeir eru með XY-litninga, getur verið með XXY-litninga, en það konur er ekki með Y-litning. Nei. Þú veist, en karlar geta fengið X-litning. Karlar eru með X og Y og geta verið með 2X, þú veist. Þess vegna er það að gera þetta konunar. Já. Að það er bara X að konum. Já, ok. Og það sem veldur þessum afbrigðilegu kjarngerðum er að aðskilnaður hefur ekki orðið milli kynlitninga í frumuskiptingu þegar kynfrumur mynduðust í foreldrum þessara einstaklinga. Eðlilegu karlmaður er af kjarnagerðinni XY, þar sem X-litningurinn er upprunnin í eggi móður en Y-litningurinn í sáðfrumu föður og svo framvegis. Ef þessi aðskilnaður litninga mistekst verða til gallaðar kynfrumur. Ef það eru kynlitningar sem skiljast ekki að verður slík kynfruma hjá konum með 2X kynlitninga XX í stað 1 og hjá karlmanni verður til XY kynfruma í stað kynfrumu með annar,
Já, og þetta sem sagt, samkvæmt þessari grein að þá þetta heilkenni sem leggst eingöngu á karla og þeir geta þá orðið kvenlegir. Megin þættir þroskunar, þar með taldir málþroski og samhæfing verða fyrir áhrifum af auka X-litningi. 70% kynjafeltir karla eiga við minniháttar þroskaskerðingu og námsæruleika stríða og svo framvegis hegðun og vandamál. Flestir kynjafeltir karlar hafa eðlilega greind en það þó háð erfðum eins og hjá öllum öðrum. Svo framvegis. Já, 1 af hverjum 700 karlmönnum með kynjafeltir heilkenni en tíðnin 5-20 sinnum hærri meðal þroskaheftra í Bandaríkjunum. Það rosa, minnst það mikið, 1 af hverjum 700. Flestir karlmenn sem fæðast með kynjafeltir heilkenni eru ógreindir alla ævi. Greining oftast gerð á fullorðinsaldri og þá í tengslum við kirtla vansetningu og ófrjósemi. Já. Með aukinni tíðni legvatnsprófana á meðgöngu má þó ætla að nú orðið sé nokkuð algengt að foreldrar viti ef sonur sem þau eiga að vona á sé með þennan litningagalla. Já, og þess að ef hann hefði fæðst sko á Vesturlöndum að þá hefði sem sagt verið mælt með testosterón lyfjagjöf í töfluformi. Helsta vísbendingum heilkenni á þessum aldri að eistun stækka ekki eins og eðlilegt og með góðum stuðningi foreldra og umhyggju ætti andlegur og félagslegur þroski geta verið eðlilegur. Einnig mikilvægt að hvetja til íþróttaiðkunar til þess að líkamlegur þroski og útlit verið eðlileg. Þannig að þetta basically þekkt dæmi og hefði verið hægt að leysa þetta. Já, en að því að hann fæðist í Alsír og það bara, það eiginlega ekki tippi þetta. Þetta bara eitthvað vanskapa pínu lítið þarna, einhver snýpur eða eitthvað. Þetta bara stelpa. Og svo bara haldið áfram inn í lífið, svo kemur kynþroskinn og þá kemur, eins og við sáum daginn, að leiðir þetta tippið í sveipursónu sínum. Að þá samt bara óseint, sko, hann búinn að vera stelpa frá fæðingu og við erum ekkert að fara að breyta því núna. En það eru transmanneskjur ólöglegar í Alsír. Þannig þá bara, þegar öll á borðið kvólt og þá sem sagt karlkyns einstaklinga ræða með þetta heilkenni vansköpun eða hvað þú vilt og sem að verður þá til þess að þegar hún farin að keppa í kvenna bardaíþróttum og þá hann alltaf með gríðarlega yfirbörði. Já, testosterón, magn, vöðvauppbyggingu, bein, þykkt. Algjörlega og skrólum aðeins niður á þessari Twitterfærslu, bara svona til gamans. Við erum alltaf búin að sjá South Park gaman að sjá þetta svona Heather Swanson og svo sjáum við fyrir neðan þá kona sem með XX merkið á lofti. Þetta önnur kona sem gerir þetta. Já. Og ég er búin að sjá alls konar meira þetta. Skróla aðeins niður meira Breaking Kelly response, anyone claiming I'm a man and one fight unfairly can suck my dick. Ok, lengra. Þarna geti Mike Tyson. Það voru alls konar svona myndir líka. Þessi mynd segir ekki neitt. Nei. En einni myndinni, þá var hún að sparra sko við æfingafélag og þá var hún með pungklíf. Nei. En æfingafélagin var ekki með það. Það voru tvær konur nema Khalif var með pungklíf en æfingafélagin var það ekki sko. Það var áhugavert sko. Það weird. Já, það weird. En sko, í stuttum máli og allir þeir sem að segja, hörðu, hún segist þér kona, hún kona í vegabréfinu sínu, hún með fæðingavottorð sem reynda að gefa út árið 2018, sem segir hún sem kona, hvað eru það að rífa kjaft? Hún leiðin að keppa á Ólympíuleikum. Og haltu kjafti fucking hægri öfgamaðurinn. En þegar við erum að tala eins og hinar hnefalega konunnar sem eru sko búin að leggja allt sitt í að komast ekki ósanngjarnt og hættulegt fyrir þær að mæta þessum einstaklingum í hringnum. Ég velti því fyrir mér. Það annarkvæmt bara samþykkt eða eru turfs. Já. Herrið, ok, nógum þessa umræðum. Annað svona þessu tengt, við sjáum aðra hnefalega konu á Ólympíuleikunum vekja athygli af því að hún frá Kongo. Já, akkurat. Despite feeling overwhelmed with emotion after her Olympic defeat,
Congolese boxer Marcet Sakopi made a powerful gesture by placing her hand in front of her mouth and pointing 2 fingers at her temple, raising awareness for the violence happening in DR Congo, Democratic Republic of Congo. En það sem það búið að vera óhöld síðan, ég veit ekki hvenær. Ég man eftir mig bara. Já, allavega, sko, og þetta tengt Rúanda þjóðarmorðunum, þegar að hútar voru að útrýma tútsum og og síðan þegar það var stoppað og þá voru fullt af hútum og stríðsglæpamönnum sem að flúðu yfir til Kongo og smátt þá bara öfnuður styrk þar og þeir fóru síðan og þetta heldur áfram og þetta búið að smitast yfir til Kongo, þetta búið að vera svona træpal óerðir sem eru fjármagnar einhvers staðar frá og vopnaframleiðendur einhvern veginn ching makakrókin. Þetta basically búið að vera allavega síðan 1996 og núna á síðastlinnum 2 árum hefur þetta bara verið að rampast upp og þetta eru aðalega einhver svona vopnaðar sjálfstæðar hersveitir sem að valda þessum usla og það er búið að drepa 6 milljón manns á síðastlinnum 20 árum. Wow. Það voru 6 milljónir gyðingadrepnir í helförinni og það eru 6 milljónir sem hafa látist í Kongo allavega núna. Og það öllu þessu tali Úkraínu, Rússland, Palestínu, Ísrael, þá ekki talað óöldin í Kongo eða Jemen. Það engin með þann fána í prófælusinum. Nei, en Kongo líka bara, skrítið, þetta eitt svona mest resource land bara í heiminum sko. Og það kannski ekki skrítið að einmitt það eru minerals eru frumefni sem efni þannig sem í símanum sem eru notið í síman okkar og svona sem eru það er hagsmunabarátta og við vitum að það er ekki bara einhverjir einhverjir gaurar frá Kongo og Rúanda sem að geta fjármagn á svona stríð sko. Það kemur eitthvað meira til. Það er meira gaman, það er búið að vera gaman að horfa á Ólympíuleikana. Við sjáum ítölsku stelpunar í 5 leikum. Við skal stækka þennan ramma á Itoplay. Það er hún mennir að veltaði fyrir sér hvort að hún hefði gerst í grein fyrir því að væri verið að mynda sig en sérðu hvernig hún horfir núna, sérðu þetta hún horfði upp á myndavélina og þá ákvað hún að henda í eina pósi viðbót eftir þetta og hann hefur verið að zooma inn sko. Þessi shameless gaur hana. Og þessi pósa er líka Nei, hætti nú Ólympíuleikarnir þetta er yndislegt. Nú erum við kanselaðir. Það er skrollað aðeins niður og það er svona skemmtilega klippur reyndar þetta maður svo hlaupið þarna þetta er rosalegt hlaup takt þetta séu Bretar sem er í bláu og hvítu og svo hvað það er hlaupa svakalega, svo þetta tætir sko og eða hvort það séu frá Bandaríkjunum ég held að ég veit það ekki en og svo kemur það og svo hvað hún tætir Vílíkur sprengikraftur og svo síðan og loka spretturinn þessi er rosaleg, þetta er Bandaríkin já, þessi er rosaleg hæll þetta er geggjað já, það er búið að vera ansi margt skemmtilegt á þessum Ólympíuleikum sko. Já, og svo sérðu aðeins neðar þá er verið að mynda kommenta á þessi skot she knows Þetta er líka rosalegt Já, þetta er blindi hlauparinn með svona guide með sér Þetta er magnað Já Þetta er geggjað sko Því líka samvinna að vera blindra guide hlauparinn sko sem að geggjað Já, mjög cool Meira gaman frá Ólympíuleikunum ég held ég hafi verið með Já, rétt það er raddir kvenna slá í gegn þetta er endar gaman, þetta er ekki frá þessum Ólympíuleikum en ég var að hafa þetta með þetta er rödd konunar er yndisleg kíkjum á þetta, taktu mig út af When you're putting your mind to it you know exactly what to do indoors how was that for you? Oh, it was amazing. I mean, it was such a strong race. We were
all running so fast, multiple running in the 50s, so I knew I had to go out fast. I had Lieke in front of me, so I wanted to be in front, and I could hear how brave she was behind me, so I was like, okay, this is good, now we keep going, and this crowd is so amazing. When you Mickey Mouse mættu bara. Hello kids, I'm Mickey Mouse. Það er hvernig verið að vera blaðamaðurinn sem er þetta með mikrofóninu og svo setur bara svo að heyra allt inn úr röddinu og bara wow, þú veist, þetta er Shit, sko. hérna, og kannski var eitthvað meira fyndið fyrir neðan þetta, eða þú veist, inn á þessum maður svo tjekka hans á því bara til gamans þetta er Mickey Mouse þarna og It's too early to run fast, but 7:02. I go to sleep, eat, and see you soon. Thank you, bye! Það er, ok, næsta, ég var með hérna klippu af þýsku frjálsíþróttakonunum. Tjekkja hvað það er að heita, sjáum hérna þessa stuttu klippu. Og þær hafa verið að gera gott mót á, og hérna er vinkonunnar sem tekur á mótinni, hún heitir Hann er mættur aftur Hermann Göring og hérna fyrir það sem ekki þekki það var Hermann Göring yfirmaður flughers nasista í síðari heimsstyrjöldinni hérna, Mjög gott og þetta var einmitt Óeppilegt sá sem að setti þetta inn, hann skrifaði við þetta We live in a simulation